Bertoni jakkaföt í úrvali fyrir árshátíðina í Joe's tískuverslun Akureyri. Let's go! Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Það komið að því að við fjöllum nýja íþróttagrein sem við ekki fjallað hingað til, listskautar. Og hingað til mín ég komið tvo góða gesti, Marta og Aldís, velkonar. Takk fyrir. Þið eru báðar hjá skautadeildinni hérna á Akureyri. Já. Já. Og eru þið hvað, jafngamlar? Já. Ef við segjum okkur aðeins, Marta, þú byrjar bara, hvenær byrjar þú að æfa skauta? Ég byrjaði þegar ég var svona 6 eða 7 ára. Af því að systir mín var að æfa skauta og neyddi mig til þess að æfa skauta. Mér fannst það mjög leiðilegt, en ég byrjaði síðan að æfa og búin að vera í því síðan. En þú, Aldís, hvenær byrjar þú? Ég byrjaði svona kringum 2009-2010 og pabbi minn var í hockey og við áttum heima í bænum, þannig að þetta var mjög stutt að fara. Það eru mjög margir í bænum, eða ekki, sem eru annarkvort í hockey eða skautum? Jú, mjög. En þið haldið áfram í þessu, þegar maður að mæta á skautæfingu fyrst, nú ég fótboltaþjálfari og hugsa alltaf mörk og bolta, hvernig skautæfing þegar maður svona lítill? Það einu bara að mæta þarna, klæða sér skauta og í snjókala eða eitthvað, læra bara svona grunninn til skauta, bara venjulega og bara til að geta skauta áfram og aftur og bak og svo bara búin að vera í ár, 2 þá bara að læra meira, leggja meira áherslu á annað heldur en bara skauta og gera stökk eða píróta eða eitthvað þannig. Hvað maður lengi að ná að gera stökk og píróta? Það tekur svona til að ná alveg grunnunum á einföldu stökkunum og grunn pírótana. Það tekur svona kannski 1-2 ár til að ná svona því fullkomnu. Það er mjög góði. Hvernig flokkaskiptingin þarna í yngri flokkunum? Þetta skipt eftir árum eða hvernig það? Nei, þetta bara alveg getur skipt. Það rauninni ekkert bara hvað sem maður gamall þetta bara hvað maður góður eða þannig. Það bara 4 flokkar. Og það bara í hverjum flokki bara frá 6 til 15 eða meira eða eitthvað. Já, þannig að það getur verið einhver 6 og 15 ára í sama floknum hreinlega? Já. En ykkar flokkur, hvernig hann og hvað eru margir að æfa í honum? Við erum svona 4 til 5 fyrir eftir hvað mæta margar á æfingu. Og við erum á milli frá 13 til 16 ára. Og hver að þjálfa ykkur? Hún heitir Darja Sjesenko, hún frá Tékklandi. Eru margir þjálfarar í þessu íslenskir eða þetta yfirleitt þjálfarar einhvers staðar annars staðar frá? Þú veist eins og í okkur þá svona, með yngri krakkana þá eru bara Íslendingar. En það annars alltaf bara útlendingar, þú veist, alls staðar í heiminum þetta eiginlega bara útlendingar, það ekkert margir íslenski þjálfarar. Eins og við erum alltaf bara búin að hafa útlenska, það skilur við. Bara þú veist, þegar maður líka komið svona langt, þá alltaf bara erlendi þjálfarar. Og hvernig þetta sport, hvað þið að keppa ofta ári, bæði hérna heima og úti? Þú veist, á árinu öllu, þetta svona skautatímabili frá september til svona maí, eða eitthvað, maí, já. Og þá, við keppum svona kannski 8-9 sinnum eða eitthvað, 5-6 sinnum heima og svo fyrir við alltaf út líka. Og í hvaða flokki þið þá að keppa? Við erum í unglingaflokki. Og hvað eru margir að keppa við ykkur á því stígi? Við erum svona 6 til 8 á hverju móti fyrir eftir hversu margir skrá sig. Og hvernig skiptingin? Þetta bara Akureyri og Reykjavík eða hvernig það? Já, það eru bara 3 félög hérna á Íslandi. Þannig að það eru 2 í Reykjavík og 1 hérna, þannig að þetta bara frá Akureyri og Reykjavík. Og í ykkar flokki, hvað þá margir frá Akureyri af þessum 6 eða 7 sem að keppa? Það eru bara við 2, allavega núna. Já. En þið eru báðar að keppa með landsliðinu líka? Já. Hvað eru margir í íslenska landsliðinu? Það eru svona kannski 8 eða eitthvað. Það er núna búin við mikið margir að hætta. Þannig að við erum núna kannski svona 7-8 og svo 3 frá Akureyri. Hvernig aldurinn í þessu? Hver elstur í landsliðinu? Það ekki? Það eru 2 frá Reykjavík, þær eru búin að klára menntaskóla eða klára menntaskóla. Já, þannig að það engin eldri en það sem í þessu? Nei, ekki lengur. Er það þá yfirleitt stelpur að hætta þegar þær eru að fara í framhaldsskóla eða það svona? Já, það er mjög mikið þannig. Það ekkert stelpurnar verða ekkert mjög gamlar í þessu sporti þannig. Við erum kannski svona mest 20-25 eða eitthvað. Þannig að þær hætta mjög oft fyrir framhaldsskóla og eru kannski bara í námunni í staðinn fyrir á skautum. Af hverju haldið það sé? Bara erfitt held ég, þú veist. Að maður er orðinn eldri kannski nennir sér ekki það mikið lengur eða eitthvað og svo bara mikið að gera í skólanum og erfitt að setja þetta saman.
Er þetta mikið hark? Þurfum við að standa mikið í þessu sjálfar, fjárblunum og annað til þess að hafa efni á að stunda þetta? Já, alveg frekar af því að félögin eiga ekki oft mikinn pening og eins og fyrir seinustu mót þá löpum við sjálfar fyrirtæki að biðja styrki. Fyrir landsliðsverkefni? Já. En búnaðurinn ykkar, hann kostar nú eitthvað, eða ekki? Jú, skautarnir og svo blaðið undir, það er sjálf bara mjög dýrt. Og svo líka kjólarnir af því að við erum líka með mjög marga steina og þannig á sig, þannig að þetta er alveg mjög dýrt þannig séð. Fyrst þú nefnir kjólana, þá langar mig að grípa þann bolta á lofti. Þið eruð á skautaselli, það er nú ekkert voðalega hlýtt yfirleitt þarna og þessi klæðnaður, já, hann er ekkert mjög hlýr. Nei, við erum líka svona þunnum sokkabuxum og svo í þessum kjólum kannski ermalausum eða með gata á bakinu eða eitthvað. Man er bara svona pínu kallt, þú veist, en svo byrjar maður dansinn og þá maður gleymir þessu bara en það er alltaf mjög óþægilegt svolítið. Hvernig er það sko? Nú er maður kannski stressaður fyrir rútínunni sinni, svo er maður kall líka, maður er illa klæddur, fer maður ekki að skjálfa eða hvernig Ekki mikið af því að maður er kannski stressaður í byrjun þegar byrja að kynna nafni manns eða maður er að bíða þannig til maður sjálfur fer inn á svellið. Þá er maður alveg svolítið stressaður. Nema svo þegar ég komið lengra inn í dansinn þá er maður bara búinn að gleyma þessu og allt verður fínt og maður byrjar að hlýna. Ykkar æfingar, nú eru þið svona með þeim eldri í sportinu, ótrúlega satt. Hvað eru þið að stefna á ykkar æfingum? Á æfingum bara? Já. Bara þú veist, gera alltaf betur og ná nýjum stökkum, þú veist, leggja sér alltaf jafn mikið fram og þannig læra nýjar kannski stöður í píróttum og bara alltaf bæta dansinn kannski, þú veist, gauta hraðar eða gera hreyfinguna betur eða eitthvað þannig. Stökkin, er þetta ákveðin stig af stökkum eða hvernig virkar það? Já, það eru til 7 stökk og þau skiptast í því að vera annað einföld, tvöföld eða þreföld að fyrir eftir hversu mikið og snýrð í loftinu. Já, og á hvað stig eru þið? Við erum á þreföldaðu stökkastiginu og við erum að læra þau þreföld stökk og erum komið með 1 til 2 og erum að reyna að halda áfram með það. En þeir bestu í heimi, þeir eru hvað þá í fjórföldustökkum? Já, eins og allir strákar, þeir geta eiginlega gert fjórföld, svona flest allir, allavega svona á heimsmeistaramótum og þannig. Það eru stelpur sem eru frá Rússlandi, mjög litlar, sem eru þú veist þær fyrstu sem eru að ná að gera fjórföldstökk sem er alveg mjög bara, þú veist, vá, eða þannig. Já. En það er mjög skrítið, bara pínu litlar svo að gera bara snúast ógeðslega hratt. Það er mjög svona, þú veist, engin annar hefur gert þetta, þú veist, mjög flott. En þið eru þá í raun í þreföldustökkum og svo er bara örfáar sem geta gert fjórföldstökk, þannig að þið eru mjög ofarlega í þessari íþrótt. Já, þannig sé. Við erum náttúrulega eftir að ná þeim öllum kannski, þú veist, alveg fullkomlega og þannig. En allir sem eru svona stórum mótum, það eru alveg búin að ná þessu og þannig að við erum bara að æfa meira. Hvar standið þið til dæmis íslenska landsliðið þegar þið eru að fara að keppa úti? Hvar stendur þetta lið? Eins og þegar við keppum á Norðurlandamótinu, þá er Ísland svona mjög neðarlega. Já, svona stundum kringum miðju kannski einhverjar. Nema eins og fyrra þá náðum við að tóa okkur aðeins hærra upp. Ok. Það fer eiginlega bara mjög eftir líka hvernig mót það er, eins og við núna erum búin að fara á mjög svona stórt mót sem er eiginlega bara stærsta móti sem það fara á Íslendingar. Og þú veist, þar erum við frekar neðarlega þannig séð, skilur við. Við erum ekkert neðstar en kannski svona aðeins neðra en miðjuna. En svo núna daginn þá vorum við á öðru móti bara sem var líka samt alþjóðlegt en ekki jafn sterkt kannski. Og þá vorum við svona í miðjunni cirka. Já, einmitt. Við skuldum smá auglýsingar, þannig að við kíkjum yfir í stutt hlé og höldum síðan áfram eftir þær. Bertoni jakkaföt í úrvali fyrir árshátíðina í Joe's tískuverslun Akureyri. Og við höldum áfram, þátturinn á þessu sinni tilnefnkaður listskautum. Við vorum að tala fyrir auglýsingar þessi mót og þið voru að tala stórt mót sem eru nýlega búin að vera á. Segðu okkur aðeins meira frá þessu. Það heitir sem sagt Junior Grand Prix og þetta er svona mótaröð. Það eru 7 mót og þetta er bara allan heim. Og Ísland fær, þú veist, 2 sæti, þannig að við fórum á 2 mót, ekki það sama. Hún fór í Bandaríkjunum og ég fór til Póllands. Og sem sagt þetta bara bestu stelpur í heimi og þú veist, það er svona í rauninni safna stigum þessar sem eru efstar. Og með flesti stigum fer svo á svona lokamót eða þannig sem úrslitin er á. Og hvernig gekk ykkur á þessu móti? Það gekk svona alveg bara vel, en þú veist, já. En þú Aldís, hvernig gekk þér? Mér gekk mjög vel fyrir daginn en seinni dagurinn fór ekki alveg eins og ég var búin að plana en samtalast þá var þetta alveg ágætt.
Svona í sögunni, hafa margar farið út og keppt á þessu móti og staðið sig vel. Hvernig það? Það eru alveg nokkrar stelpur, kannski svona 7-8 frá Íslandi sem hafa farið og nokkrar alveg hafa farið oftar en einu sinni. Og Ísland hefur oft verið mjög neðarlega, þannig að vonandi erum við að taka íþróttina á hærra stig. Akkurat. Hvernig það? Nú að keppa á svona stóru móti, svo að keppa móti hérna heima. Hvernig er munurinn á þessum mótum? Það er alveg svolítið mikill munur af því að þetta er svona margar stelpur sem eru frá útlöndum, það er gaman að sjá þær og þetta er mikið fleiri, við erum svona 30-40 hóp kannski að keppa. Svo komum við hérna heima svona allar þekkjumst og erum kannski bara 5-6 og förum inn á þetta er alltaf öðruvísi en samt alveg gaman. Ykkar markmið á þessum mótum hérna heima, eru þið yfirleitt alltaf í efstu sætunum eða hvernig það? Já, við erum oftast tvær í efstu sætunum og eins og markmið mín eins og fyrir næsta móti er að reyna bara að gera mitt besta og ná að lenda nýju stökkunum og gera góða spilna. Það er meira svona heima ef maður kannski að prófa eitthvað nýtt, það er maður ekkert beint að tapa beint eitthvað svona þannig sé á því. Kannski bara að reyna að bæta prógrammið og gera nýtt fyrir þá kannski þegar maður fer út. Nú er mikið að gera hjá okkur, þið eruð í framhaldsskóla líka með íþróttinni, að leiðinni próf bara eftir viðtalið og svo að leiðinni út. Hvernig lítur dagurinn út hjá okkur? Það er mjög lítið tími á milli skóla og æfingar. 2 sinnum í viku og fer ég beint á æfingu eftir skóla, bara heim, skipta föt og borða, æfing. Og svo bara heim klukkan 7, borða, læra, sofa. Já, það er ekki mikill tími fyrir félagslífið þarna inn á milli? Nei, mjög lítill. Svo erum við kannski á morgunæfingum, förum á æfingu, beint í skólan, beint heim kannski, klæða okkur í föt og aftur á æfingu, heim og læra og sofa. Þetta er svona skemmtilegt. Þið eru ekki hreinlega stundum í kjólnum bara innundir hettupeysu eða? Nei, ekki alveg. En hvernig finnst ykkur skólinn vinna með ykkar íþrótt? Sýna kennarar ykkur mikinn skilning? Já, það er alveg sumið, það er mjög mismunandi en þau mættu alveg sýna kannski meiri skilning stundum. Þurfið þið hreinlega stundum þegar þið eruð í þessum verkefnum í landsliðinu úti að vera með bækurnar með ykkur og lesa fyrir próf sem er kannski á mánudegi? Já, hefur oft komið fyrir. Já. En þið núna, eru þið á fyrsta ári í framhaldsskóla eða hvað? Já, fyrsta ári. Og hvað eru þið að læra? Ég er á félagsfræðibraut. Ég er á náttúrufræði. Og þið haldið áfram, þið ætlið að halda áfram að vera í skólanum með ykkar íþrótt líka. Já. En það væri kannski ágætt ef að skólinn myndi setja íþróttina fyrst og svo skólan eða hvernig myndi þið vilja hafa þetta? Jú, það væri mjög fínt. Ef við kannski ekki gætum, einbeitt okkur meira skautunum heldur skólanum eða eitthvað. Að þetta er alltaf skólinn, fyrst, svo lengi og svo þurfum við bæta æfingum líka þar inni, þannig að maður er mjög þreyttur og svona, svolítið. Ef við horfum bara á æfingarnar ykkar, hvernig líta þær út? Þið nefnið bæði morgunæfingar, æfingar eftir skóla. Hvað eru margar æfingar í viku? Það er svona 16 æfingar á viku með uppbytun og afís fyrir samtals held ég 17 tíma og já, það er mjög mikið. Það er stundum svona 2-3 æfingar á dag og við þurfum kannski að bíða smá í höllinni eftir næstu æfingu eða eitthvað. Tökum oft bara skóladótið með þannig að við förum á æfingu, förum svo smá í pásu þá við erum að borða og læra, förum aftur á æfingu og þannig. 16 æfingar, það er alveg óhætt að segja það sé mikið. En þið talið það eru bæði æfingar á ís og af ís. Hvernig eru þessar æfingar af ís? Það er raunum bara, við erum að gera það sama og inn á stundum og við erum bara að stökkva svona, bara bæta þetta á gólfi og svo erum við líka alveg að gera þrek og þannig, magaæfingar og hlaupa og svoleiðis. Hvernig er plássið fyrir afísæfingarnar? Er það mikið? Nei, það er mjög lítið og svo oftast á sumum dögum þá er hokkið líka á æfingu og þá foreldrarnir að horfa og þeir eru upp í glerið að sitja við borðið á svæðinu sem við erum og stundum standa þeir bara miðju, það er mjög mikið fyrir, þannig að við höfum virkilega lítið pláss. Þannig að þið eru að gera þessar afísæfingar þar sem að áhorfendur eru? Já, í rauninni, já. Og er það ekkert óþægilegt? Jú, það er svolítið óþægilegt líka, svo erum við kannski að sippa og við erum alltaf að gera svona 2-faldan, 3-faldan kannski, svo er fólki og bara eitthvað snýr sig við og við alltaf hoppandi eitthvað bakvið, þannig að þetta er ekkert mikið pláss þarna, sko. Nei, en hvernig er það, sko, tengist þessi grein einhverjum öðrum íþróttagreinum, fimleikum eða dansi? Já, allavega dans, eins og við þurfum mjög mikið að vera kannski í dansi eða ballett fyrir svona hreyfingar og túlkun og þannig, að því í dansinum okkar þá þurfum við að vera að sýna dans á meðan við erum að gera stökkin og allt það. Þannig að við þurfum alveg að fá svona hreyfingar og svoleiðis frá dansi og ballett. Akkurat, það er ekki nóg að gera þetta bara vélrænt, það þarf að vera flæði í þessu líka eins og þið séu að dansa og tjá ykkur inn á svellinu. Já.
Og hvernig fáið þið æfingar í þessu? Er þetta eitthvað sem þið þurfið að finna bara hjá ykkur sjálfum? Það svona, við höfum oftast við í æfingabúðum, þá danskennsla og örlítið ballett. Nema eins og hér á Akureyri, bara heima, þá erum við ekkert mikið í því nema stundum tekur þjálfarinn okkar bara svona í grunninn í ballett. Eru þið eitthvað að ná að skila af ykkur? Eru þið líka að þjálfa yngri krakkana í skautum? Já, allavega í síðasta ári þegar við vorum bara í grunnskóla, þá vorum mikið að hjálpa til og þannig. En ég ekkert aðeins núna því ég meira bara að ég hef nóg að gera, ég hef eiginlega bara ekki tíma fyrir það. Þó það sé mjög skemmtilegt, ég væri alveg til að gera það, kannski svona þegar ég komin aðeins betur inn í skólan eða eitthvað, þetta allavega nóg í bili. Þetta lítur að vera svolítið skipulag sem þið þurfið að setja niður til þess að ná að halda utan þetta og líka bara þannig að mataræðið fari ekki allt í rugl. Já. Hvernig komið inn máltíðum inn í svona æfinga-lærdóms vinnudag? Við erum í skólanum, það nesti og hádegismatur, svo komum við heim, fáum okkur að borða. Svo tökum við oftast bara með okkur nesti ef það pása milli æfinga og borðum eitthvað. Maður alltaf bara að nesta sig vel fyrir daginn í rauninni, taka með bara. Og eru þið að gera það sjálfar eða fáið foreldrana eða? Bara svona bæði, ég fæ alveg hjálp á foreldranum en ég gera stundum sjálf. En þið þurfið að hugsa svolítið hvað þið eruð að borða, ekki? Jú. Og þið sjáuð að það skilar ykkur árangri ef þið borðið rétt frekar en bara eitthvað. Já, einmitt. Líka fyrir keppnir kannski, passa sig betur. Maður má alveg leyfa sér stundum en það samt að passa hvað maður borðar og svoleiðis. Eru þið með einhver þjálfari í þessu eða einhver að hjálpa ykkur við þetta? Ekki mikið, við höfum eins og farið á fyrirlestra, eins og við höfum farið í næringafræði og eitthvað örlítið, en það enginn sem hjálpar okkur, við þurfum eiginlega að sjá þetta sjálfar. En samt þetta þáttur sem við myndum segja skipti miklu máli? Já, einmitt. Það pínu óþægilegt að þurfa að gera þetta sjálfur, þegar maður bara eitthvað sjálfur en að gera þetta, kannski fristandi að fá sér eitthvað þannig. Þannig að það var fínt að hafa einhver hjálp en maður gerir bara svona það sem maður hefur heyrt og bara borða bara hollt, þannig séð. Akkurat. Við tökum hérna örstutt auglýsingahlé og höldum áfram eftir það. Bertoni jakkaföt í úrvali fyrir árshátíðina í Joe's tískuverslun Akureyri. Let's go! Já, við skautum inn í síðasta hlutan af þessum þætti. Ef við horfum bara á næstu skref hjá ykkur, hver eru ykkar markmið ef við horfum bara á næsta ár? Næsta ár er bara að vera að koma með kannski nokkuð þrefaldstökk, þannig að maður getur verið aðeins meira inn í svona hörkunni eða þannig. Og bara komast upp í hærri flokk, kannski förum í fullorðinsflokk þá, þannig að við höfum fleiri tækifæri til þess að fara á einhver stærri mót. Og já, því við erum búin að vera að fara um mörgur stór mót núna, sem er mjög skemmtilegt, þannig að getum fara á fleiri ef við værum kannski komin í hærri flokk. En hjá þér, Aldís, hver næstu skref? Það náttúrulega að fara í hærri flokk og prófa að fara á stærri mót og keppa við aðra. Og kannski stærsta markmið mitt að komast á Evrópumeistaramótið. Ef við horfum aðeins lengra fram í tíman, getur þetta sport gefið manni einhver tækifæri, námsstyrkir eða annað, eða þeir eru kannski ekki farin að hugsa svo langt? Nei, ég veit það svo sem ekki. Það er ekkert mikið sem er eitthvað svona að fara í nám út á skautum eða eitthvað. Það er meira bara að sleppa skóla og vera bara að skauta. Já. Þannig að ég veit það ekki alveg. En þetta sport er töluvert stórt á heimsvísu. Já. Hvernig er staðan á því? Hvernig svona stærstu nöfnin í þessu, já, hver eru þau? Það náttúrulega eins og rússnesku stelpunar, litli sem að gera sér stóri stökk. Svo mikið fólk frá Japan og svo Bandaríkjunum. Það svona helstu sem flestir veita hverjir eru. Já. Skiptir máli að vera frekar minni heldur en hærri í þessu? Nei, það skiptir kannski ekki í rauninni ekki máli. Bara það er ekkert beint stærðin sem fattar skiptir máli heldur. Það já. En hvernig er það? Eru margir strákar í þessu hérna á Íslandi? Nei, það er eiginlega engin strákar í Íslandi. Kannski bara byrjendur og svo kannski þegar þeir ætla að fara í hærri flokk þá vilja þeir bara hætta. Þau halda ekkert áfram en eins og út í heimi þá eru alveg mjög margir strákar þannig að mjög leiðilegt að hafa enga á Íslandi en vonandi breytist það bara. Já, þeir eru bara að velja þá hockey eða eitthvað annað? Já, þau eru bara að fara í hockey eða fótbolta eða eitthvað, ekki liðskauta kannski. Nei. En myndi það ekki, að því maður hefur líka séð þessar keppnir þar sem það eru pör að dansa, þið hafið þau eru ekkert tækifæri til þess að æfa ykkur með karlmanni inn í atriðinu eitthvað líka? Nei, það
eiginlega ekkert það á Íslandi nema eins og á seinustu sýningu hjá okkur þá buðum við hokkístrákunum að vera með okkur í einu dansi og það var mjög vinsælt. Það var, fólki fannst mjög skemmtilegt að horfa á það, það er svona öðruvísi, það er aldrei eitthvað þannig á Íslandi, þannig að þetta var bara svona upp á gamanið. Hvernig gekk það? Hvernig stóðu þeir sig? Það var alveg fyndið sko, en þetta er svona allt öðruvísi, þeir eru mikið svona skilur og við erum alltaf svona fínar þannig að það var alveg pínu erfitt en þetta var mjög skemmtilegt. En það væru gríðarlega mikil tækifæri fólkin fyrir þá stráka sem myndu halda áfram af því að leiðin er þá galopin fyrir landsliði og Já, akkurat. Engin strákur hefur verið þannig að það er mjög skemmtilegt bara að fá einhvern inn í sporti núna. En eins og fyrir ykkur, hvað var það sem að heillaði ykkur við æfingarnar? Af því að fyrstu sinn var þetta nú kannski að skauta bara fram og tilbaka og passa sig að detta ekki? Já. Ég veit ekki, þetta er bara svona, maður lærir alltaf eitthvað nýtt, þú veist. Gaman, þú veist, kannski bara með mörgum krökkum eða eitthvað og eignaðist vinkonur og bara alltaf halda áfram til þess að læra eitthvað meira. Og höfðu þið þá ákveðnar fyrirmyndir? Voru þið að fylgjast með stelpunum sem voru komnar á hæsta stigið og hvaða stökk þær voru að gera og bara ég ætla einn daginn að vera þarna að gera þetta? Já. Hvað eru það að hugsa þegar þið eru í svona stökki? Þið eru væntanlega búin að detta óteljandi áður en þið neglið það. Hvað fer í kollinn á okkur þegar þið eruð að stökkva? Það er bara oftast eins og ef ég er hrædd við stökkið, það er bara, ok, þú getur þetta, þú bara verður að reyna. Og við erum mjög oft með svona púða til að verja hliðarnar og rassinn og allt það. Það er ekkert mjög þægilegt að detta bara á kaldan ísinn, þú veist, þannig að við erum kannski með einhverja púða eða eitthvað, en við erum svona dettur harkalega pínu vont. Nei, með þeir sem eru í hokkíinu eru með þvílíkt mikla hlífar og svo eru þið ekki með neina hlífar. En þið eru að stökkva en ekki þau. En eins og í þessum stökkum þegar þú ert að stökkva, Marta, hvað hugsað þú? Ég veit ekki, ég er bara svona að reyna að gera stökki, bara reyni ekki að hætta við eða þannig og bara vona besta eiginlega stundum. En eins og þegar maður kannski er þreyttur búinn að vera á æfingu í skólanum og maður bara fer í stökki og þetta er bara svona vöðvandi sem muna hvernig að gera þetta. Og maður bara fer og bara svona vona besta og svo nær maður er búinn að gera þetta svo oft þannig að þið bara kunna svona vita hvað er að gera. Akkurat. Þú varst að tala um það þegar maður er kannski ekki alveg viss með stökkið, er líklegra að maður detti þegar maður er ekki alveg viss að maður nái því. Já, því að þá er maður að byrja að ofhugsa og gerir maður einhverja vitleysurnar og maður verður stressaður og þá bara fer allt í fjandans. Þannig þið þurfið svolítið að sigrast á ykkar kollið þegar þið eruð að fara í þetta. Þetta er mjög svona, maður þarf að vera mjög sterkur andlega þannig í þessu og þetta reynir alveg mjög mikið á að þetta er svo mikið og margt nýtt þannig að já, þetta reynir á. Er þjálfarinn ykkar dugleg við að koma þessu að þessi andlegi þáttur skiptir máli? Þú veist, nei, kannski ekki. Við höfum bara farið samt á margar svona fyrirlestra og landsliðsþjálfarinn og þannig. En þjálfarinn okkar heima, hún er ekki beint þannig. Nei. Að eitthvað taka á þessu. En hvernig leiðbeinir hún ykkur? Þið eru með ákveðna rútínu líka. Eru þið að semja rútínuna eða er hún að semja rútínuna? Hún semur yfirleitt rútínuna. Og það er svona, við þurfum svona, hún gerir hana, nema svo þegar við gerum það, þá svona eiginlega þurfum við að tengja við hana og þá kemur þetta allt saman. Svona rútína, hún er ekki alveg frjáls, það þarf að koma ákveðnum æfingum og stökkum inn í hana, ekki sant? Já, þú veist, við keppum tvisvar, við erum með tvo mismunandi dansa og það er skylduæfingar í honum, þannig að við þurfum að gera svona spinn og við þurfum að gera þetta stökk. Og svo seinni dansinum þá það þurfa að vera 7 stökk, það þurfa að vera 3 píruettar og allt þannig, þannig að það er ákveðin sem maður þarf að gera. En svo er líka alveg stundum frjáls hvernig stökkin. En maður má samt ekki gera þessi stökkin oftar en tvisvar og svona þannig. Alveg margar reglur. Já, hvernig er stigagjöfin í þessu? Hún er svolítið flókin, það er ekkert margir sem að kunna eitthvað á þetta. En við fáum sérst bara hver stökk er kannski gildir eitthvað mikið, eins og 1 stökk kannski gildir 2,10. Svo eru allir dómararnir sem horfa á þetta og kannski ef þetta var gott þá gefa kannski plúsa, þetta var lélegt mínusa, þannig að maður enda kannski 2,2 eða þá 1,1 eitthvað eða þú veist þannig. Þetta er mjög mismunandi. Þannig að hluti af þessari er rúðustrikkaður, við erum að gefa stig fyrir ákveðin stök, en svo er eitthvað sem er svona huglægt, sko, hvernig er flæðið og slíkt, eða hvað? Já, sko, prógramið það er eins og skipt í 2 parta, það er tæknilegi parturinn og svo hvernig við skautum. Og það skiptist í hvernig við erum að performa og hvernig skauturinn okkar er og allt þannig. Svona túlkunin hvernig maður tengur við tónlistina og þannig. Og svo eru dómararnir, það eru 2 partar eða þannig. Einn dómari er svona bara að skoða hversu vel þetta var gert, var þetta flott lending og þannig. Og svo er einn partur sem er bara að skoða hvort maður gerði þetta rétt,
var stökkið alveg vantaði upp á stökkið, vantaði hringi í spinnin eða eitthvað þannig. Já. En þetta mjög fjölþætt sport að þið þurfa að vera góður á skautum, þið þurfa náttúrulega menntalega að vera gott jafnvægi, styrk til þess að geta tekið stökkin, þannig að það mjög margir þætt sem þið þurfið að æfa. Þess vegna erum við líka ofta á svona afís, þannig að við erum að gera allt, við þurfum að vera liðugar, svo þurfum við að gera styrk líka og stökkin og allt, þannig að þetta blandast allt saman, þetta mjög svona tæknilega erfitt þannig. Myndi hjálpa ykkur að fá að komast inn í líkamsræktarstöð til þess að taka þessar æfingar eða aðstaðan til staðar? Það myndi hjálpa okkur alveg frekar mikið að við myndum fá góða líkamsræktarstöð til að æfa okkur í, en eins og við notum bara, eins og við erum ekki að lyfta eða svoleiðis, en við gerum eins og æfingar bara á dýnum, á gólfinu eða stökkvum og þannig. Akkurat. En eins og við erum búin að tala það ekki mjög margir sem eru að æfa þetta, en það eru margir sem eru að enda í landsliðinu, þannig að það eru mikil tækifæri sem það getur verið að horfa í og hlutfallslega meira heldur en til fótbolta, það eru miklu færri sem skila sér í landslið þar, þannig að þetta eitthvað sem þið mælið með. Já, algjörlega. Það gaman að fá fleiri bara með okkur. Og það alltaf í búið að koma að prófa? Já. Það mjög oft, eins og núna eru 2 mánaða frí námskeið, þannig að bara þeir sem koma fá að æfa í 2 mánuði og ef þau vilja halda áfram, þá bara halda þeir áfram. Að gera skella sér. Já. Marta Aldís, takk kærlega fyrir komuna í settið og fyrir að kynna fyrir okkur þetta sport. Takk fyrir. Og takk áhorfendum fyrir áhorfið í þessum þætti. Ég minni á að hann verður líka aðgengilegur í podcasti og Facebook að þætti í loknum. Við sjáum svo í næstu viku. Bertoni jakkaföt í úrvali fyrir árshátíðina í Joe's tískuverslun Akureyri.